þorrablótsmyndband. Það ég? Á ég að gera það? Ég margbað þorrablótsnefndin að gera þetta sjálf. Og það var aldrei gert. Ég bara alveg brjálaður á þessu. Helvíti þetta flottur bíll, maður. Þetta ekki alveg rándýrt? Dýrt? Nei, ekkert svo. Ekki. Ég búinn að vera að suða í henni Ingunni að fá að kaupa svona bíl. Hún bara fæst ekki til þess. Ó, viltu ekki bara prófa þennan? Jú, viltu ekki að grínast, maður? Má Jónas koma út að leika? Nei, hann allar nætur að ryksuga og sópa. Hvað heldur hann að fá að fara út núna? Það ok. Bygga brúlanda nýja Nýju-Hollandinu sínu. Hei, Ásgerður, blessuð. Helviti set og drasli. Þegar hann ónýttið, ég er búinn að fá 2, þeir eru allir ónýtti. Nei, er það? Jú. Jón Jónsson bóndi hefur síðustu vikurnar beðið eftir að fá fjárhundinn Rex afhentan. En Rex hefur verið í einangrun frá því hann kom til landsins. Jón var búinn að velta þessu fyrir sér lengi áður en hann lét verða af þessum kaupum. Því það þarf að huga að mörgu við val á góðum fjárhund. Jón, segðu mér, hvað er það sem þarf að huga að þegar velja á góðan fjárhund? Já, það er náttúrulega fyrst og fremst það hvernig hundurinn fer að fénu. Skapgerð hans og skoða ættartöflu og hvort það séu einhverjir sjúkdómar skráðir á gripinn. En nú fórst þú óhefðbundna leið í þessum kaupum. Getur lýst því aðeins fyrir mig? Já, eftir að hafa skoðað margar skoskar fjárhundasíður, þá sá ég það að fólk var bara tilbúið að borga milljónir, ekki milljónir fyrir einn helvítis hund. En ég sem sauðfjárbóndi bara hef ekki efni á því. En ég gafst ekki upp og hélt áfram að leita og þá sá ég rakst ég á þessa síðu sem selur allt milli himins og jarðar.
AliExpress held ég að hún heiti. Jú, hún heiti það. Og þar sá ég þennan hund. Alveg gasalega fallegur hundur. Ég hafði efni á honum, það kostaði ekki hálfan handlegg. Svo ég bara sló til og keypti gripinn. Nú ertu búinn að fá Rex til þín og hann að standast þær væntingar sem þú hefur til hans? Nei, ég get nú ekki sagt það. Já, ég verð nú eiginlega að segja það, hann lítur bara allt öðruvísi út en hann var á myndinni. Og gerir bara ekki handtak. Hvað sá að hreyfa sig? Rex, utan, ná í dolluna, utan. Hérna, sækja. Þú ert nú ljóta kvikti, Rex. Ert þú garðyrkjumaðurinn? Nei, ég er pípari. Já, þetta varandi ruslatunnurnar. Já, ég margoft bað póstinn sem var hérna í vetur að tæma ruslatunnurnar. En það var aldrei gert. Aldrei! Já, og hver á að tæma þær? Er það ég? Á ég að gera það? Ég var brjálaður. Alveg! Já. Nonni, Já, getur þinn dratt og gert svona? já, ég held það. Bara ég held að pabbi, hann hérna, vann mér að prófa þetta, hefði notað þetta. Nú! Já. Hérna sé ég prentaði smá innkaupalista sem þú kaupa í Primark. Þetta er svona smá á börnin. Já, veitu, þú varst bara að tala um eitt skópar. Er eitthvað að koma, Ragnhildur? Nei, þetta er bara þvottavélin. Já. Já, Dóri. Já, sæll, þetta er Steini hérna. Hvað, ætlarðu ekki að fara að skrúfa fyrir vatnið? Gerð þú það? Ég hef ekkert að gera það frekar en þú. Skrúfaðu bara fyrir vatni, maður. Hvað er þetta? Hefur skrúfað þú fyrir? Siggi á mér er að vera alveg brjálaður. Bara alveg. Alveg! Starfsmenn sýsluskrifstofunnar í Borgarnesi kölluðu til lögreglu þegar 2 menn reyndu að villa á sér heimildir við endurnýjun á vegabréfum sínum. Árið 2015 var þeim Gísla Friðjónssyni og Jóni Magnússyni vísað úr landi af þýskum yfirvöldum vegna ölæðis og settir í komubann ókomna tíð. Einnig sendu þeir út allsherjar viðvörun á Interpol öðrum þjóðum til varnaðar. Það var glöggur starfsmaður sýsluskrifstofunnar sem grunaði að ekki væri allt með felldu og var lögregla mætt á staðinn eftir hálftíma. Til einhverja stimpinga kom milli mannanna og lögreglu og voru þeir færðir í fangaklefa á lögreglustöðinni í Borgarnesi. Það sem kom upp þá félaga var að Gandalfur grái gengur aldrei án galdrastafs síns og Pocahontas er alltaf í pilsi.
En það var bara búið